Hvað eru hornaföll og hvernig notum við þau? Ég ætla að sýna ykkur einföldustu notkunin á hornaföllum sem að eiga við rétthyrnda þríhyrninga. Við táknum horn í þríhyrningum sem stóra stafi og það er venja að kalla rétta hornið í rétthyrndum þríhyrningi C og þá heitir hliðin á móti A litla a, hliðin á móti B litla b og hliðin á móti C litla c. Þannig að við vitum alltaf er ég að tala um horn eða er ég að tala um hlið. Það á ekki að rugla neitt sem kann þetta. Síðan eru bara til ákveðna reglur. Sínus af einhverju horni, til dæmis A, er mótlæg skammhlið deilt með langhlið. Hvað þýðir það? Jú, sínus er ákveðin aðgerð bara í vasareikninum, ákveðin hlutvall sem við búum að finna út, en þá fer ég í hornið A og þá þarf ég að vita gráðutöluna hér til þess að vita hvað sínus af A er. Ég set gráðutölun í staðinn fyrir A-ið. Er þá mótlæg skammhlið, munið þið, þetta eru skammhliðarnar, mótlæg skammhlið er þá hliðin sem er á móti horninu, sem er þá hliðin A. Þannig að hér væri þetta A deilt með langhliðin er alltaf hornið sem snertir ekki rétta hornið, það er alltaf C. Kós af horninu A er þá aðlæg skammhlið, skammhliðarnar eru stuttuhliðarnar, langhliðin er langa, deilt með langhliðinni, sem er þá B. Aðlæg, hún liggur að því við erum með A, þá er þetta, þessi hlið er aðlæg við A, en hún er mótlæg við B, en ég er ekki að skoða B af því það stendur A hér. Þetta er þá B deilt með C. Svo er til eitthvað sem heitir tangens eða tan af horninu A og það er mótlæg skammhlið deilt með aðlæg. Sem er þá mótlæg sem var svo sem var á móti. Það var A deilt með aðlægu sem er B. En hvernig notum við þetta? Skulum skoða dæmi. Hérna er dæmi, ég á að finna x. Ég get ekki nota Pýþagóras því að mig vantar að vita tvær hliðar. Þetta er ekki 30 gráður eða 45 gráður, þannig ég get ekki nota þær reglur. Ég þarf að nota, og þetta er hornið A, eða ég get kallað þetta hornið A til þess að nota regluna sem ég er með, þá væri þetta B og þetta C. Þetta er þá hliðin C, þetta er hliðin A og þetta er hliðin B. Hvað veit ég? Ég veit hornið A, þannig ég get sagt sínus, kósinus eða tangens af 42 gráðum. Svo veit ég hliðin á móti, mótlægu hliðina, og það er spurt langhliðina. Hér er mótlæg og langhlið, það er aðlæg á báðum stöðum hér, þannig ég get ekki nota þetta. Ég verð að nota sínus. Og þá ger ég bara sínus af gráðutölunni, sem ég slæ bara inn í vasareikn og fæ tölu, er jafnt og A-ið sem er 5 deilt með langhliðinni sem ég veit ekki hver er. Nú get ég með algebrureglum bara víxla á þessu tvennu, ég margfalda með x báðum megin og deili svo með sinus af 42, þannig að x-ið er 5 deilt með sinus af 42. Og vasareiknirinn gefur mér bara svar. Þetta er 7,47 sentimetrar. Þetta er bara vasareikningsinsláttur. Við þurfum ekki að muna eða kunna hvað sínus eða kós eða tangens af hinn og þessu er, heldur bara kunna að setja inn í þessa reglur. Við erum með þær fyrir framan okkur, teikna myndina ef þetta er texti, hvað veit ég, hvað er spurt hvað af þessu er þægilegast að nota.